er komið að febrúarleiðsögn fyrir Steingeit. Þið sem hafa verið að fylgja mér í einhvern tíma þið kannist aðeins við formúlan sem ég vil fara mér hvað varðar sveigjanleika og að mæta þessu með opnum huga. Takið til ykkar því sem þið tengið við og ef þið tengið ekki við einhvern leitt þá sakar ekki að kanna önnur stjörnumerki úr stjörnukortinu ykkar. En við dæmpum okkur bara beint í lesturinn. Ok. Byrjum á því að athuga hvaða Steingeit ég að lesa fyrir. Svo vil ég fá uppákomur og áskoranir fyrir Steingeit í febrúar. Leiðsögn fyrir Steingeit. Niðurstöðu fyrir Steingeit. Ok. Og það sem þessi Steingeit ekki veit en veit ekki að aukinni innsýninni vil ég að fara hérna í stokkinn. Ok, Steingeitin sem ég að lesa fyrir. Þú ert svona í ákveðnum kaflaskilum og ert búin að vera fyrst mér í mikilli einveru og í mikilli skuggavinnu. Búin að vera svolítið að horfa inn á við, jafna svolítið út innra með þér. En núna eru breytingar að gerast og þú ert að fara í meiri samvinnu og samstarf með öðrum. Og þú veist ekki alveg hvernig það leggst í þig. Það er svona ákveðin óvissa sem fylgir því af því að þú ert búin að vera í mikilli einveru og þér hefur líka það verið að klappa svolítið vel. En núna er hreyfing á lífinu. Jafnvel er það svolítið óvænt. En það er að ýta þér út í frekara samstarf með öðrum. Uppákomuna þínar núna. Þú munt upplifa sjálfa þig svolítið berskjaldaða, jafnvel svolítið hráa, svona varnarlausa. En hins vegar þá er þetta í rauninni, þetta er ákveðin óskastaða. Þó að þetta sé svona, já, svolítið öðruvísi og þetta er svona, þú ert að fara svolítið út fyrir þægindarammaðinn og það er alltaf svolítið ógnvænlegt, en þetta er í rauninni partur af þínum draumum, því sem þú vilt gera. Þetta er þín leið, skrefinu nær, þínum innstu þrám, að fara í þetta ferðalag. Fara í þessa hreyfingu og breytingu með öðrum sérstaklega. Þetta er alltaf á leiðinni, þetta er alltaf svona færast nær og nær því sem þú virkilega vonar þó þú sérst að upplifa sjálfa þig svolítið hráan og varnarlausa núna. Það er ákveðin skuldbinding sem fylgir þessu, það er örugglega líka það sem hræðir svolítið. Og sérstaklega þegar þú ert hér að sameinast, sko, þú ert að uppskera mikið og þú ert að læra mig mikið, en það er líka hérna, sko, þú ert að fara svolítið út úr þinni púpu og sameinast með öðrum sem eru að mörgu leyti gjör ólíkir þér, en aftur á móti þá er hérna þið komplementið hvort öðru mjög vel. Þannig að þetta er mjög gott samstarf sem þú ert að fara inn í.
sem er mjög gróskumikið, mjög skemmtilegt og lærdómsríkt. Hér er svolítið svona, þú veist, að andstæður byggi hvora aðra upp, bæti hvora aðra upp, hvort sem að þetta er í tengslu við ástarsamband eða starfssamband, skóla, getur hvað sem er. En það er svona eins og þessi svolítið hreyfing á þessum sambandum þínum og það er svona skuldbindað svolítið meira og það er svona svolítið skeri. En þetta er mjög fallegt og gott. Getur allavega átt það þó að þú ert að fara út fyrir þægindaramæðin og það er alltaf svolítið erfitt. Og var þetta leiðsögnin eiginlega. Þá er mikil hamingja þarna sem það er alla leið inn í þessar grunnstóðir í lífinu, það er að segja sennilega þessa 4 veggi sem hún kallar heimili. Passaði bara að vera í fyrsta lagi skýr á þínu, tjáðu þig skýrt og byttu að það verði annað eins á móti. Ekki reyna að stjórna hlutunum. Vertu þá leiðbeinandi frekar en stjórnandi. Vertu skýr á mörkunum þínum en vertu samt sanngjörn. Þetta er svona, finndu sko fínu línuna á milli því að mæta öðrum í sameiningu og samstarfi en passa samt upp á þig og þitt. En þetta er samt sem áður, það er mikil hamingja þarna og hún nær alveg djúpt inn í þitt innsta sjálf og þetta er hamingja sem snýr að hreinlega sko heimilinu mínu, svona þínu allra heilasta og nánasta. Niðurstaðan mín er að nú fyrir lífið að taka alls kyns stefnur. Þetta ævintýri er eiginlega bara rétt að byrja. Þetta er svona pínu, já, þetta ævintýri er bara rétt að byrja því að nú fyrst fara hlutina svolítið að gerast og þú áttar að það er margt sem þú kannt rosalega vel og gerur rosalega vel og ert algjör snillingur í mörgu, getur skapað ótrúlegustu hluti. En svo eru líka aðrir hluti sem krefast kannski að þú gefur betur eftir í staðan fyrir að reyna að stjórna og stýra. Leyfðu þér að horfa á hlutina svolítið frá öðru sjónarhorni af því að þú átt til að vera pínu sérvitur og föst í þínu. Það fylgir svolítið því að vera steingeit, að vilja vera svolítið staðföst og ekki haggast. En núna þarftu að gefa svolítið eftir. Og færa sko, mátt leyfa þér að vera sko bæði huglæg og tilfinningaleg. Þér hætti til að vera svolítið mikið huglæg og finnst svolítið erfitt að vera tilfinningaleg, en þannig að þarftu sko að gefa eftir í að vera svolítið bæði og prófa að horfa einmitt á hlutina frá öðru sjónarhorni, það er að segja ekki bara frá rökum og rökhugsun heldur líka frá hjartanu og tilfinningu. Og leyfa þér það svona stöku sinnum að því eins og ég segi, þótt þú sért svo ofboðslega klár og þú kannt svo margt og veist svo margt, að þá ertu ofta tíma bara svolítið strjósk og býtur eitthvað í þig og það getur þvælst fyrir, sérstaklega þegar maður er í eitthvað svona sambandi eða samstarfi. Og við skulum fá smá auka innsýn inn í þetta. Fyrst varandi stengilfilmur sem ég er að lesa fyrir. Svo varandi áskoranir og uppákomur. Fullmikið.
kemur leiðsögn. Svo var það niðurstöðuna. Ok. Sko nú mikilvægt fyrir þig, kæra Steingerð, að þegar þú ert rosalega jarðbundin, lógísk vera, alltaf rosalega rökrétt, með alltaf hreinu, mjög heiðarleg, en að engu að síður samt forvitin og það kemur fyrir á sér svolítið svona hvatvís. Það ekki oft. En núna náttúrulega einhverjar breytingar hjá þér og mögulega verða líka mögulega geta orðið einhverjar tafir á þessum breytingum af plönum og það gæti pirrað svolítið þessa rótgrónu Steingerð. En leyfðu þér að hlusta inn á við, hafa þolinmæði og virkilega hugsa og íhuga og ígrunda áður en þú talar eða gerir eða stekkur af stað. En uppákomin hennar samt engu að síður þær að þú vilt stökkva af stað. Að þetta eitthvað sem skiptir þig virkilegu máli. Þannig að það kannski það líka í hugunum sem að þú ert beðin að gera núna. Þetta eitthvað sem þú virkilega vilt? Ef já, þá gengur á það, þá ferðu eftir þetta, þá tekur stefnu, þá tekur rás. Þú þarft eins og bara að passa svolítið á hvaða hraða þú ferð af stað. En þetta eitthvað sem þér alveg ofboðslega mikilvægt. En þetta hræðir þig. Þannig að mér finnst pínu eins og að þegar við erum að tala að það einhverja breyting að gerast sem að færa þig úr einveru og sjálfstæði yfir í samband og samstarf. Að já, þú þarft að passa að taka enga fljótfærnislegar ákvarðanir, þarft að hugsa málið vel og vandlega áður en þú æðir bara af stað. En það svona pínu áminning að því að þér finnst þetta svolítið ógnvænlegt og að því að þú ert svona pínlítið hrædd, að þá betra bara að rjúka af stað án þess að pæla mikið í því. Þannig að það svolítið svona að þú þarft að passa þig þar. Ekki rjúka af stað nema þú ert virkilega viss að þetta sé það svona vilt. Leiðsögnin segir samt að þú munt bera sigur á hólmi og þessi breyting aftur eitthvað sem að færi þér mikinn sigur og góða fréttir. Og þetta aftur eitthvað sem nær svona inn í þína grunnatriði, inn á heimilið þitt. Að það hér segir að þetta verði hamingjusamlegt fjölskyldulíf, fjárhagslegt öryggi og minnir á að leyfa þér að upplifa svolítið galdurinn í litlu hlutunum. Gleðina í litlu hlutunum. Niðurstaðan aftur kemur að við vorum að tala að þá þurfum við aðeins að jafna milli praktíkar og tilfinningar. Að það hér verið að biðja að vera aðeins tilfinningalegri, að opna hjarta þitt fyrir fólkinu kringum þig, að treysta og leyfa þér að finna svolítið fyrir samkenndinni og samhygðinni. Að þegar nú komið tíma til þess að færast í nýja átt, sem náttúrulega eins og við tölum hér, þú ert að fara að taka nýjum stefnum. Það sem þú veist ekki að nú ertu að skilja við eitthvað og segja við eitthvað sem hefur fylgt þér í einhvern tíma og þú ert að færast áfram í átt að meiri ljósi, frá skugga yfir ljós. Þú ert á réttri leið, þú ert í réttum farvegi.
þó þú upplifir pínu oft á tíðum kvíða eða eins og þessi þrengt að þér, en þá er þetta samt ljúfur fögnuður, það er fögnuður sem fylgir þessu. Það er gott sem fylgir þessu. En þetta vissulega hristir upp í þér og það er eitthvað neðið, þú kemst ekki upp með neitt núna, nú verður alltaf að vera upp á yfirborðinu. En það er ofboðsleg gleði sem fylgir þessu. Þú þarf bara að vera svolítið, þarf bara að leyfa þér að velja. Þú getur ekki alltaf verið, sko, eins og ég segi, þú getur ekki alltaf fengið bæði, sko. Þú þarft að stundum að velja og hafna. En það er komið að kaflaskilum hjá þér og það er verið að kippa í örlagahjólið þitt og koma einhverju niðri hring frá þessu stað, en aftur kemur, þú munt bera sigur í bítum í persónulegum málum. Ég ætla að ljúka þessari leiðsögn með einu erkienglaspili. Kemur erkiengillinn Raziel sem segir leitið og þér muni finna og vertu vitur, vertu í viskunni þinni. Þú hefur öll svörin sem þú þarft. Ef þú leitar inn á við, þá hefur öll svör og alla vitneskjuna sem þú þarft. Þú þarf bara að leita til hennar, leita eftir þeim og finna að þau búa innra með þér. Notaðu innsæið þitt, innri viskunni þína, innri vissuna þína og þetta getur ekki klikkað. Þá er þessari leiðsögn lokið og ég vona að skilaboðin ræti sönnu rétt til þeirra sem þurfa á þeim að halda og þau nýtist og verða að gagni. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina og segi bara þar til næst.